Ég heiti Ragnheiður Alfreðsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur á ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins. Það getur verið mjög gott fyrir marga að leita sér aðstoðar og ráðgjafar og fræðslu þegar þeir greinast með krabbamein og eins og ekki síður fyrir aðstandendur. En fyrir suma þetta mjög erfitt ferli. Þeim finnst það kannski vera alltaf því aumingjaskapur að þurfa að leita sér aðstoðar. Á sama hátt þegar okkur skipað í þetta ferðalag sem heitir að greinast með krabbamein eða vera aðstandandi þess sem greinist með krabbamein, að þá getur það líka verið gott að nýta okkur sömu aðferðir, leita okkur upplýsinga, fræðslu og stuðning og að fara til þess, finna einhvern sem hefur farið þetta ferðalag áður og veit hvað sem hann getur átt von á, hvernig hann hefur tekist á við þau verkefni sem að mæta þess sem greinist með krabbamein. Og yfirleitt það þannig að við höfum ekki hugmynd hvað þetta og okkur dettur ekki það hvarflar ekki að okkur. Hvað það sem getur mætt okkur. Stuðningsnet Krafts hjálpar okkur að finna þennan aðila sem búinn að fara í þetta ferðalag, sem þekkir þetta, veit hvað mætir okkar og hvernig hann hefur tekist á við það eða hún, eða hvernig aðstandandinn hefur tekist á við það. Í mínu starfi sem hjúkrunarfræðingur þá hefur stuðningsnet Krafts verið það öflugasta tæki sem ég haft fyrir þá sem hafa komið til mín í ráðgjöf, fræðslu og fengið upplýsingar hjá mér. Að hitta annan sem hefur greinst með krabbamein eða aðstandanda sem hefur verið að styðja þann sem hefur fengið krabbamein getur opnað nýja sýn og nýja möguleika. Það getur hjálpað til við að takast á við þessar tilfinningar sem eru svo erfiðar eins og sorg, depurð, þunglyndi og kvíða og hjálpa viðkomandi að takast á við lífið og jafnvel að setja krabbamein á hliðarlínuna og halda áfram að lifa lífinu. Og það örugglega það stórkostlegasta sem að hægt að veita nokkrum manni. Svo stuðningurinn sem að stuðningsfulltrúi gefur ómetanlegur og það ættu sem flestir að reyna það úrræði.